Deila erfingja Jóhannesar Kjarvals við Reykjavíkurborg hvort þessi frægi listamaður hafi gefið borginni verk sín langt frá því að vera til lykta leitt. Málið hefur verið kært til Mannréttindadómstóls Evrópu. Þá hefur héraðsdómur Reykjavíkur samþykkt að 2 sérfróðir menn verði kallaðir til að meta andlegt hæfi Kjarvals þegar hann gaf borginni verk sín. Í dómi Hæstaréttar frá árinu 2008 það talið sannað að Jóhannes Kjarval, listmálari, hafi gefið Reykjavíkurborg listaverk og muni úr vinnustofu sinni að Sigtúni 7 með munnlegri yfirlýsingu 7. nóvember árið 1968. Var að ræða 156 kassa með eigum listamannsins, þar af 56 kassa með málverkum og myndum, 14 kassa með skissum og 12 kassa með sendibréfum og handritum, auk bóka, fatnaðar og fleira, og var þetta flutt í borgarskjalasafn. Þegar umrædd gjöf á að hafa farið fram var Kjarval orðinn 83 ára, hættur að mála og fluttur á Hótel Borg. Í bókinum Kjarval sem kom út árið 2005 segir Ólafur Maríusson: Þegar ég sá hann í síðasta skipti var hann fluttur inn á Hótel Borg og orðinn sjúkur maður. Þetta var vetur, það var kalt úti og slitta og hann kom að glugganum í búðinni. Hann var í frakka, nærbuxum og berfættur í skónum. Í janúar 1969 var Kjarval lagður inn á sjúkrahús til langframa. Við innlögn var hann sagður algjörlega ruglaður og ekki viðlit að ná neinu skynsamlegu sambandi við hann. Kjarval var síðan vistaður á geðdeild Borgarspítalans allt til dauðadags 13. apríl 1972. Einkaskiptum á hans dánarbúi var síðan lokið 1973 og þá voru þessar eignir, þessir munir sem voru úr Sigtúnu ekki talin upp sem meðal eigna búsins. Nú það kemur fram í gögnum málsins að erfingjar eða börn Kjarvals voru í rauninni aldrei sátt við þetta að þetta hefði verið í eign eða verið fært til eignar hjá Reykjavíkurborg. Nú það var nú ekki engin málarekstur í kringum það fyrir en síðan að upp úr árinu 2000 að þá eitt barnabarn Kjarvals, Ingimundur, að hann fer að garfa í málum og niðurstaðan af því var svo að það voru endurupptekin einkaskiptin á dánarbúi Kjarvals og það var gert ef ég man rétt í ársbyrjun 2004. Í dómi sínum frá 2008 byggir Hæstiréttur á framburði Guðmundar Alfreðssonar, sonar Alfreðs Guðmundssonar, forstöðumanns Kjarvalsstaða, að hann hefði verið viðstaddur á vinnustofu Kjarvals að Sigtúni 7 þegar Kjarval gaf Reykjavíkurborg tilgreinda muni með munnlegri yfirlýsingu til Geirs Hallgrímssonar þáverandi borgarstjóra. Lagðar voru fram dagbókarfærslur Guðmundar frá þessum tíma sem staðfestu frásögn hans en hann var þá 18 ára gamall. Ennfremur lagði Hæstiréttur til grundvallar minnisblað frá 1982 þar sem haft eftir Geir Hallgrímssyni að hann hefði verið samfærður að gjöf hefði verið að ræða. Það ekkert frá honum sjálfum það, hvort að þessi vilji var fyrir hendi eða ekki, en einungis að ræða framburði sem eru svo í kannski einhver leyti í báðar áttir, að þá hefur það ekki svo mér sé kunnugt í öðru máli verið talið viðurkennt eða fallist á að það væri sannað nægjanlega að eignaðarfærsla hafi verið gerð. Og mér finnst þetta náttúrulega sérstaklega athyglisvert þegar það skoðað að mínu mati þegar í rauninni sá sem tekur við gjöfinni meintu opinber aðili sem má nú kannski gera kröfu til þess að standi nú svona formlega að hlutum og meintur gefandi 83 ára gamall maður sem farinn að bila að heilsu. Það að mínu mati dálítið merkilegt að dómstólar hafi ekki gert kröfu til þess að viðtakandinn myndi geta sýnt eitthvað til staðfestingar eða sönnunar gegn neitun erfingjana. En vegur það ekki dálítið þungt að þáverandi borgarstjóri segir það að Kjarval hafi gefið borginni gjöfina og hann hafi hlustað á það? Endanlegum dómi málsins virðist það hafa haft talsverða þýðingu en að mínu mati það dálítið sérstakt að það sé lagt mikil vikt í það sem sönnunargagn hvað viðtakandi aðilinn, viðtakandi gjafarinnar segir eða getur sagt það. Það hefur almennt það svo að sá sem er með aðilastöðu svokallaða
að það hefur mjög takmarkað sönnunargildi það sem hann segir. Ef ég væri að fullyrða að þú hefði gefið mér eitthvað, að þá hefði sú fullyrðing mín lítið vægi gegn þinni neitun að einhver slík gjöf hafi verið látin á hendi. Þá segir í niðurstöðu Hæstaréttar frá 2008 að gögn málsins bentu eindregið til þess að ákvörðun Kjarvals að afhenda Reykjavíkurborg þá muni sem ræði hefði átt aðdraganda og mótast á nokkrum tíma, einkum eftir að sá síðarnefndi, Reykjavíkurborg þar að segja, ákvað að reisa listasafn og sýningarhús sem skyldi bera nafn listamannsins. Erfingjar Kjarvals telja að ummæli hans sem birtust í viðtali frá 1968 og var endursýnt í fréttaaukanum í vor, þegar verið var að safna fyrir byggingu Kjarvalsstaða, gangi þvert á það sem þarna sé haldið fram í dómi Hæstaréttar. Því ég reiknaði að skálinn verði fyrir almenning, fyrir alla sem vilja sína en ekki fyrir mig prívat. Já, nei. Alls ekki neinar myndir eftir mig þar. Ég reikna ekki með því. Skálinn á að vera svo kallaður listamannsskáli þess að menn geta fengið leigt til pláss í vissan tíma og margir geta sýnt á mörgum árum. Já. En alls ekki fyrir mig persónulega. Nei. Eins og áður segir þessum málarekstri ekki lokið. Óskað hefur verið eftir því að málið verið tekið fyrir hjá Mannréttindadómstóli Evrópu og héraðsdómur hefur úrskurðað að kalla megi til óvilhalla matsmenn til að meta heilsufar Kjarvals þegar hann gaf borginni verkin. Þessar sjúkraskýrslur lýsa nú engu svo sem öðru en lífi gamals manns sem farinn að heilsu og ég geri ráð fyrir að Ingimundur hafi vilja koma þessum upplýsingum á framfæri vegna þess að það sýni kannski almenningi hversu eiginlega fráleitt það að það sé hægt að telja að það liggi fyrir nægilega að Kjarval hafi haft vilja eða getu til þess að taka ákvörðun að láta af hendi, má segja, nánast allar sínar eigur. Borgarlögmaður vildi ekki koma í viðtal vegna þessa máls en í brefi frá honum til fréttaaukan segir að það liggi fyrir endanleg niðurstaða Hæstaréttar Íslands að það teljist sannað að Jóhannes S. Kjarval hafi gefið Reykjavíkurborg verk sín og að ekkert nýtt hafi komið fram sem haggi þeirri niðurstöðu. Getið þið náð þessu? Og svo þessari, ég vil hafa þessa með. Ég vil að þessi mynd sjáist. Það ekki meira, það ekkert annað. Ég vil búin að ná þessu hérna.